Hér eru aftur maður. Hér erum við enn og aftur maður. Já. Við vorum að tala bolinn. Já, við vorum að tala bolinn. Tím frábær maður. Veit ég hvort kameran tekið upp. Þetta tím frábær. Ég ætla að þakka Óla fyrir að gefa mér hennar ból. Hann mikill tím frábær maður. Óli frábær? Hann mjög frábær. Og okay. hann kom hérna með alveg þó nokkuð marga bóli. Okay. Og gaf mér á. Áttu eins og tím frábær fyrir mig, eða? Ég held að þessi búin að gefa flesti hellaði burtu. Anskotin. Nú ég heldur frábær. Já, ég getur verið að tjekka það eftir, sko. Já, þetta voru alveg 30 bólir og ég held að þessi komið niður í einhverja 4-5 bóli og ég eiginlega ekkert að tíma að gefa það, sko. Nei, ég skil það vel. Ég skil það vel. En þú veist alveg að það var eitt svona leiður fyrir einn lítil mann, skilur, þá var hann til, sko. Skulum skoða þetta. Má ég vera með þessi gulu gleru og við erum að tala um þetta, þannig að gefur Bjartari Outlookið live. Gerðu svo vel, maður. Já, takk. Herðu, það stórt mál hérna sem ég nú búinn að vera veikur hérna, datt ég eitthvað COVID-ógeð, sko. Heyrðu, nú eru náttúrulega sennilega fyrir almenning, þá er við smálmáluna kosningar eða ekki. Já. Og ef að byrja á kosningunum? Ef við ekki byrja á kosningunum, ég held að það sé það eru kosningarnar, sko. Já. Ég var svo spenntur fyrir kattamálunum sem alltaf að segja. Herru, hvernig var að byrja það kannski því? Það hefur ekki byrjað á því. Nú náttúrulega sko, nú rek ég grúpuna Spottaði Kött, sem önnur stærsta kattagrúpa landsins. Og hún á Facebook? Já, hún á Facebook. Okay. Og hún kannski þriðja stærsta núna, Spottaði Diego, sem köttin sem vakti og var rænt, sennilega búin að bæta þessi nokkuð þúsund meðlum í vikunni, og bara all power to them út í að þeir bara þvílíkt framtak sem var þessi stað. Sko, fólk er ekki grein fyrir því að kattasamfélagið í Íslandi einn rugglaðist hlutur bara sem til út í að bara við erum cat crazy nation. Bara dýrasamfélag. Og ég persónulega sjálfur mjög cat crazy og ég á 3 og Pís og Andres, Leo og Little Lilo, skilur, Pís og Jórun líka sem með þá, fyrirvendi tók þá þegar við hætt saman. Okay. En ég er með forræðsett við þið. Okay. En allavega, núna í vikunni og fór kattsamfélagið hliðina og það þessi frægi köttur Diego sem hangir í skeifunni alltaf. Hann flakkar milli A4 og Hagkaup og það beloved, það 28.000 manns í grúppinni Spottaði Diego sem bara elskar hann kött. Ok, sko, ég búinn að vera frá út af veikindum í 2 vikur, það eiginlega bara komið tilbaka frá því, þannig að ég veit ekkert. Þú voru að segja mér, eitthvað köttur sem heitir Diego og hann hangir inn í einhverju verslun í skeifunni? Já, það kött sem heitir Diego sem búinn að stunda það núna síðastliðin ára að hanga inn í Hagkaup í skeifunni og A4 í skeifunni, svona til skiptis. Og orðin bara svona beloved piece of natural memorabilia, ef maður getur kallað það þannig. Okay. Og hann með grúpu á Facebook sem ég mæli með að fólk tekka sem heitir Spottaði Diego. Okay. Sem piece of fólki sem Spottaði Diego Spottaði Kött var á undan. Spottaði Diego komið það en ég styðði allan daginn. Okay. Og hann sem sagt hann hangir og það er bara túristar sem sérstaklega gerir sér ferðir upp í Skeifu bara, sem eru í grúpunni á mér eða grúpunni á þeim til að sjá hann kött. Wow. Og hún var sérstaklega rænt í vikunni. Okay. Og það var þannig að það náðist kom í ljós að Diego kom ekki heim og þá var hann yndisleg kona sem heitir Jónína Hjartarður Jónína Rósa Hjartarður rétt að sagt sem meðlum minn Spottaði Kött og fleirum sem benti á að hún hefði séð einhvern aðila með köttin undir úlpunni sinni í strætó og leiðin í burtu úr skeifunni. Okay. Og upphófst leit að Diego sem búinn að ná í alla helstu fjölmiðla landsins og ég sem meðlumur í Spottaði Kött var aktíft úti að leita að hann og bara alla fjallan. Og Diego fannst í gær eftir að lögreglan gerði húsleit á heimili á Hverfisgötu. Það kom í ljós að einhver sprautufíkill hafði rænt kettinum og já, í alvörunni, einhver sprautu. Það var að borða hann eða? Nei, hún gaf víni sinni mann í jólagjöf sem vissi ekki betur þetta. Svo lendir þessi greiði vínu bara í því, bara lögreglan kemur bara og ryðst inn á hann, á heimilinu hennar við Hverfisgötu til þess að ná í köttinn. Okay. Og það var miklu fagnaðarfundir hjá fjölskyldu og öðrum úti að sjálfsögðu yndislegu köttur. En á sama tíma það var annar frægasti köttur Reykjavíkur sem heitir Ophelia sem fólk var að fara að halda að hann hefði horfið líka bara í einhverju cat conspiracy. Ég ekkert að grínast maður. Þetta ekki tjók í mér, hvað þetta að gera? Ég held í alveg það var eitthvað svona bone collector atriða sem var bara eitthvað gaur að þetta hljómaði svo léleg bjömyndi eitthvað sko. Þetta ætti að verða léleg bjömynd skilur. Nú heiti ég Bjarni og ég skal skrifa léleg bjömynd í nafni mínu bjö. Nei, sorry mér, ok. Nei, bró, þetta er alveg real talk. Og ég ekki grunst, ég bara svona misnast í svefn bara yfir því að vera að posta leituna að Diego skilur og það var mikið sorg bara í samfélaginu og þetta náði alveg það langt sko að
fólk var bara komið bara í almennar hótanir, skilur, bara að drepa viðkomandi sem tekið köttin, skilur, bara á samfélagsmiðlum. Hversu lengi var hann týndur? 2 daga. Ok, og það var allt villust? Já, það var allt villust. En byrju, hann lappar inn í búðina bara og setur hann bara... Nei, hann bara lappar inn í A4 og bara tekur hann, bara situr hann inn í jaksinn og þessi gælla, hann sér viðkomandi bara með köttin undir jakkanum bara í strætó og löggan vest allra að frétta hver þetta hafi verið út í að hræddi við hefndaðagerir frá kattasamfélaginu hvernig það sem dyrðist að snerta elsku vinungan Diego. Þessi köttur legend sko, hann á A4 og hann á hagköp í skefinni og hann bara þekktur sem skefi kötturinn og hann var mættur fastur á vaktina strax í morgun, bara leið hann komin heim, hann var komin í A4 bara í morgun, bara líka dónum bókunum. Það þarf bara að setja öryggisvörð þarna á hann á kött, segir ég. Já, lífvörð. Já, bara eitthvað bara security sem stendur hérna í liðina. Já, heldur betur. Ég vona hann heiti Alfredo, maður. Alfredo sem vendur Diego, maður. En mér finnst það svolítið ruglað, sko, út í að bæði, sko, samhugurinn sem var þessi stað innan þessa yndislega samfélag sem kattsamfélag á Íslandi. Já. Að leggjast á eitt, bara að flottaði samfélagsmiðlar, bara að leita á honum, skilur, bara einasti fjölmiðl á landinu, basically, var búin að skrifa greinum þetta. Og núna einhver einu sem fjölmiðl landinu er að chasea það að fylgja fréttunum eftir og þá kannski finna hann blessaða sprautufíkil og hann tilbúin að koma í viðtöl í Íslandi í dag eða eitthvað, skilur, að tala hann af hverju hvað hann gekk til í að ræna stjörnubarninu, en ég fór síðan að hugsa út frá þessu, skilur, hvað þessi samhugur þegar krakkar að hverfa í einhverjar hólur hingað og þangað að Reykjavík? Já. Kannski þurfum við kannski bara að búa til eitthvað svona síður sem bara svona aðeinsbönnin og nefna það á nafn svo fólk tengi andliti við svo þeir sömu krakkarnir hverja aftur í þessu pitta, ég veit það ekki. Sko, það kemur eitthvað öðruvísi, við erum orðinu volega dofið við mannslífum. Það er einhvern veginn orðið þannig, sér kemur dýr og þá eru dýravinnir, þeir verða alveg brjálæðir og þetta er líka í hundasamfélaginu. Já. Það verður allir brjálæðir þar eða kemur eitthvað svona upp á. Já, mannstu Lúkasamálinu? Vá maður, það var rosalegt mál sko. Já, nákvæmlega, ég ætti alveg vonu því að það er bara nýtt Lúkasamál núna, það er bara einhver lamin út í einhverju hrauni, skilur, fyrir að stóla þessi ketti. Já, en eins og mér heyrist það var bara, já, þjóðin hefur tekið sér saman og alveg einhverja 20.000 manns þarna. Já, heyrði, ég meina, þú sér það, skilur, að sko, ef ég er að horfa á bíómynd til dæmis og það er reglulega 1000 mannskur, ég kemur ekki upp það, ef það er 100 fyrir að grána. Já. Það er, maður mann alltaf... Eins og I Am Legend, skilur, ég var bara að hugsa hvað kemur fyrir sér fyrir mig og skýt saman Will Smith, sko. Það gleymir enginn úr okkar árgangi þegar hesturinn dóu þarna í Neverending Story, sko. Nei. Það er einhvern veginn öðruvísi tengdu dýrunum, sko. Já, ég veit að ég fór næst að gráta þar og sagði þetta. Já, og síðan þessi atriða sem, þú veist, þið byrjaði maður að horfa á einhverja menn deyja, það skeytir ekki málið. Já, ég bara húkið sér shit, skilur, og bara headcoming, skilur. Við erum eitthvað rugluð með þetta að gera, sko. Eins og, þú sér það er hvað, yfir 50 dauðsföll vegna ofneyslu á síðustu ári. Það er sturlað. Já, það er ekki að pæla í því. Nei, ég meina, ættu við einhvern veginn, ef þetta væri rétt, það ættu við mörg þúsund manns að gera ykkur á Facebook-grúpu það, björgum ungmennunum sem að deyja úr ofneyslu og setja alltaf kraftin í það, íta á ríkið. En bara málið það, skilur sjá, að þú veist, að þú getur, að fólk kemur svo sleggjudóma á þess að greiði krakka, skilur, veit hvað, þeir sem var búin að brenna allir sína brýra baki, hugsa ekkert út í fortíðina er að neitt sem er að vera valdraðir í þessu aðstöðu. Veit hvað, en ég meina, köttur er saklaus, skilur hvað, Nei, ángríns, skilja. Já, ég finnst það súrrealist ná. Nei, þetta er súrrealist, þú veist, mér langar ekki að hlæða þessu. Ég bara get ekki hugsað gaurinn sem fekk kött í jólagjöf, hann er bara, hei maður. Hei maður, geggjaður köttur maður. Hann er kannski bara einmanna gaur og bara loksins á ég vin, skilur löggan. Nei, og er bara skýrun og bara nýtt bara eitthvað, svo bara kemur löggan hendi og bara, byrju, hvað er kötturinn? Hvað er að gera? Hvað gerður við Diego? En ég meina, hei, ég er ógeðslega ánægður samt að þetta framtak að tekið, skilur, mér finnst persónulega eins og það var að vera að setja lög í Danmörku núna og Englandi líka. Ef þú fokkar í gældur í fórsaka áttu yfir hátt í 5 ára fangelsisdóm fyrir það að vera að ræna gældur það er alveg grimmt búið að gera sérna að gældur sé rænt og það er mynd annar þessi fræði köttur hins kvarnum helgina sem heitir Ophelia sem er skólaristöksköttur hann er alltaf æsmart ógeðslega sætur köttur Písa Selmi Karls sem á hann og hún sko hvarf daginn eftir og það
komur sér í ljósendar að það var bara hundur sem réðist á hún og hún var eitthvað kvekt og hljópi burtu, skilur. Byrju, hvar þessu köttur sem þú tala núna daginn eftir Diego-máli? Já, nákvæmlega, og það var bara komið bara svona, bara hugmynd bara í kassaflinu og bara byrju hvað bara gauðir að samlega fræðu köttur samleginu bara að ræna með eitthvað svona bónkollektur gæ og það var alltaf að hafa áhyggjur af Baktus og Negul sem hinir tveir fræðustu kettnir í borginni. Ég veit að þú veist ekkert þetta en ég deep in the mist, skilur, þegar kemur að katamálum, skilur. Og ég hef verið brjálaður, ég ekki grunnt, það hef verið bara erlendur safnari, bara safna saman öllu fræðu köttunum í Íslandi og shipa út í Dubai eða eitthvað. Heimskulegir hlutir að gera. Að safna köttum hérna. Já, bróð, þú veist að ef þú nærð snæuglu á Íslandi, þá eru safnarar í Dubai sem eru tilbúið að borga upp í 5 milljónir fyrir hver einu sem snæuglu sem við skilur undir þeirra. Þannig að það myndi alveg mega sens að frægir kettir myndi vera svona komin á sama. Þú veist bara einhver doktor í Evil-leikstað bara með alltaf kettina, skilur. Já, þetta er samt stór business þarna erlendis að þetta að ræna hreinræktuðum hundum og selur á rándir af pening. Já, nákvæmlega. Þetta hefur verið vandamál hérna þetta líka, sko. Það hérna? Já, það hefur verið, sko. Ég átti típist Spanier og ég var að sýna hunda þegar ég var krakki. Ég leina á mér, ég var gert alls konar hluti. Og þannig að þú veist, þessi hálfviti í dag, það var ekki hálfviti einu sinni. En þannig að, og sko, það var einmitt þannig að típist Spanier eru svona, þú veist, eru kallaðir típisku ljónin, sko, og þannig að Kimmur að reynda að útrýma þeim þannig að þeir lögðu típet undir sig á sínum tíma enda það voru bara 323 eftir í heiminum og það er búið að endurbyggja stofni núna. Var þessi klæstu þannig? Það er Pekinesir. En Pekinesir er sko hundur sem að Kínverjar innræktu Tíbet Spaniel til þess að gera það á kínverska, til þess að sína Tíbet hvað það væri miklu fávitar með þjóðarækonu sér þennan hund. Sæll. Já maður, þetta er rugglega satt. Ég segja það. Og það bara heimurinn linnir á sér. Þegar þú heldur að vera ekki heimskulegra, þá er það heimskulegra, sko. Það er hvað? Þetta er svo langt gengi, finnst mér eitthvað. Hei, við erum satt að tala, ok, sko, þannig að við erum satt að tala um það. Maður setur Falun Gong. Já, vá. Ok, þú veist að á vissu tímabili voru taldi Falun Gong 90 miljónum meðlimi. Já. Sem er á næstu 1,19 bara líka sem búa í Kína at a time. Veistu hvað er margir í Falun Gong núna? Það er ekki mikið. Engin. Veistu hvað, gerði svo sama tímabili sem Falun Gong meðlimi hurfu. Kína var stærsti exportur af human organs í sögunni. Ég horfði á þetta BBC. Þannig sko þegar þetta er skemmtilegt. Ég vil óska öllum sem eiga lifur til hamingju svona. Já, það skemmtilega er sko að gauri, skemmtilegt þú getur hræðilegt segjum það frekar, er að BBC tók góða umfjöllun þetta og þegar sko, hann kemur með friðarhreyfingu sem heitir Falun Gong sem gengur út á það og sért í jókastellingum. Þannig að þetta er bara svona tai chi dæmi. Já, þannig að kínverska ríkisstjórnin dældi endalaust af peningum inn í þessa hreyfingu og hún stækkaði ótrúlega hratt og þegar hún var hún x-stór og þá var hann ennþá þessi eini maður sem stjórnaði henni, þá snerist hann gegn kínversku ríkisstjórninni og það er eitthvað sem hún gerir ekki þegar kínverska ríkisstjórnin er búin að búa til hreyfinguna hennar. Þeir eru evil. Og það sem gerði eiginlega útslagið er að við Íslendingarnir, við spilum svolítið inn í það þegar hann kom hérna kínverski fórsetinn og var að keyra á Bessastæði, þá stóðu allir með frá veginum, sást þetta í fréttunum? Já, ég voru líka fyrir stjórnarráðið og hann voru að gera hana. Þetta eiginlega gerði útslagið. Eftir þetta, þá og nú við vita það, að það er spítalið þarna sem eru búin að vera að harvesta líffærin úr föngum. Já. Þeir byggðu bara annan spítala og gerðu það á með tíma sem er stærri en spítalinn sem er að harvesta úr föngunum. Nákvæmlega. Þegar þeir voru búnir bara með þann spítala akkurat, þá réðust þeir inn og það hurfu milljónir af Falun Gong hreyfingunni. 90 miljón manns, skilur við verið hvað. Þetta er samt líka smá testament of Chinese efficiency, sko. Mér finnst ljótt að segja en ég meina sko bæði það sko losa við stjórnarandstæðinga og búið til profit margin fyrir þjóðina á saman tíma er á hræðilegasta hátt í heimi að Maribor. Já, þetta er bila sko, nú eru margir sem eru bara þetta er samsætiskenningar, en nú er það bara, það er margir læknar búin að koma fram sem voru að harvesta fanga þarna. Nákvæmlega. Og ef þeir gera það, akkur ætti þeir ekki að gera þetta, því að það hvarf rosa mikið af fólki og líka, þú fær kannski, þetta er ruglega hvað sömu fangarnir sem fara að inn, þeir eru að fara að inn fyrir að gera fullir eða eitthvað og síðan allt í nú fær fjölskyldan bréf, herruðu, hann dó í fangelsinu, engin útskýring og hérna er askjan með
duftunum. nákvæmlega. Hún lítið fær bara að brenda spýtu heimdín, skilur, og meina bara búa að harfesta líffærinu og pappaðinum, skilur, í ykkur að gauðra hingað og þakka heim. Þetta ógeðslega, nei, bró, þetta miklu meiri svart, þetta bara... Þetta svo svart. Og líka málið það, að kínverska ríkisstjórnin búin að viðurkenna það að hafa gert þetta opinberlega. Já. Og hvað ætlum við að gera í? Ekki Jack sér, þetta er Kína. Já, getum ekki gert með það. Maður þarf að minna sig það oft þegar maður heyrir eitthvað svona að það er gott að búa í Íslandi. Það er bara draumur að búa hérna, sko. Það er svo mörg lönd sem eru ruglu, sko. En aftur í kattamáli, það er ekki að... En eitt sem langar að benda á, sko, að góða líka, hvort sem ég bý í Kína og Íslandi, sem betur frá líffæri mín alveg velus. Ég er búin að skemma þetta allt, skilur bara, það vill engin lifrin á mér, sko. Alveg fucking tæru, sko. En aftur í kattamáli, segir þú? Aftur í kattamáli, sko. Einu sem ég gæti hugsað hérna hana, kom hana mynd á Netflix sem ég horfði á. Don't fuck with cats. Don't fuck with cats. Ég tók aktívan þátt í leitina að gæðinum á netinu, ég var fórtjan, jú maður, ég hef alltaf verið mikil kattlaður. Og ég var einn af þessu gaunum sem var actually bara að leita þessum helvitis fjöldamorðingjana. Ég vil að það var svo sjúku gaur eitthvað maður. Já maður, svo endur hann alltaf að drepa gæja bara eitthvað, harfesta hann skilur bara á endanum. Sendi þarna, hvað er það trýta, ég get aldrei búið nafna þess þarna, Kanada, fórsettisráðurinn. Justin Trudeau. Já, sendi hann ekki löppu eitthvað anskoðan og sendi síðan annan kassa á... Ég verði að viðurkenna, ég veit ekki hvað hann sendi, sko, en ég misti því út, ég var svo upptekinn af kattadæminu við þetta. Hann gerði eitthvað svoleiðis, sko. En þú veist ekki að sjá þau, ástæðan fyrir að gæinn finnst, er út af því að einhver gæi, sko, sem hann er hlutað kattasamfélaginu internetinu, sem er alltaf, við skulum alveg horfa á það, bara ruglast samfélag bara sem til skilur við, bara allir loners elskar ketti, og allir hakka sér loners. Og þessi gaur fannst basically út af því að það gaur sem kannaðist við teppið sem var í bakgrunnum á vídeóinu. Já. Sem að og það basically elur af sér að gæinn finnst. Var ekki Ríksjón líka? Jú, Ríksjón líka, nákvæmlega. Fundu hvað hún er framleidd og seld. Já, nákvæmlega, það var bara orðið eitthvað sjálfgæfi Ríksjón at this time, skilur. Þetta var svona sama eins og Finnum Diago og hvað sem grúpan hét hana. Nákvæmlega. Og sko, hann drap eitthvað 2 kett líka. Hann byrjaði á því. Já, hei bró, þetta var sko, ég óvart klikka á einhvern link á dark web, skilur, og sá byrjun á þessu vídeo og ég bara, nei, ég er ekki að horfa kettir drefna filmu. Kemur aftur því að ég... Já, við skulum ekki þarf að segja, færa meira gróður út í þetta. Nei, þú manns bara þetta Rotten og Ógris og svona í gamla daga sem maður horfði á sitt skemmturinn þegar maður unglingur á hann maður actually ræktaði frammeilubörkin á sér og gerði sér grein fyrir þetta hræðilegt, skilur við. Og þetta var, ég er ekki fara að horfa á okkur pinta kettlingar, skilju, en það var þessi gaurin gerði. Sem endur síðan á því en dripa manneski. En það magnaði við þetta, þá förum við aftur inn á þetta manneski af FS kettir eða dýr. Já. Sko, það er alltaf einhverju geðsjúklingar að drepa einhvern eitthvað, að henda einhverjum, þessi verður enda mjög ruglaðir. Já. En fólk býr ekki til grúppur, risa grúppur og finnum hann og saminast bara kraft internetsins finna hann. Og væntilega hefði hann bara verið að hendin eitthvað, ég er að drepa gaur eins og hann gerði þarna. Það hefði aldrei komið þessi brjálaði internetskraftur sem kom eins og gerðist í því að hann draf kettina. Nei, ekki séns. Fólk hefði verið bara, vá, þessi gaur er hræðilegur, svo bara alltaf með lífsitt. Nákvæmlega, en þannig að drafa ketti og þá bara... communal power of the internet, bara, fuck this guy up, skilur. Það var bara all in, skilur. Og það gekk. Skilur, hann fannst. Sem betur verið, helvitis morðingi, maður. Já, skrítu gaur, sko, ég varð að rannsaka hann, hann var bara, þetta var svo þetta var ekki gæi sem var bara feild model, skilur, fattu hvað sem var bara athyglisjúkur, skilur, eitthvað að reyna að búið eitthvað YouTube-brás. Sko, fyrir utan öll morðinu og allt það, svona hvernig hann hefði þessar á netinu, þá var hann svolítið á undan sínu tíma, myndi ég segja. Já, ég meina, hann var meira psycho heldur en nokkur á þessum tíma. En núna er þetta bara normið, skilur. Þetta er normið, af því að sko, þegar maður horfði á þetta, meirist af því ég horfði á þetta þegar þessi mynd kom út, sem er nú ekki talandi síðan, jú, það er hún svolítið gömul núna. Já, hún kom út fyrir 3 mánuði. Þá var maður bara, ok, til hann rugglaður, hann er bara photoshoppandi alla myndina sínar og eitthvað svona feika og eitthvað, en síðan í dag, þá er það ekkit sjokkerandi lengur, en þegar maður sá þetta þá er þetta bara, hvers konar hegðun er þetta? Já, hvernig þetta út í hug? Já, núna er þetta orðið bara svona, hann er að photoshoppa myndinar og feika þar. Nei, bróðs, við erum lítilega að vera að pella einhverjum öppum upp okkur alla dagar, skilur, inn á Instagram eitthvað svona dæmi, make your photos look better. Við erum búin að aðlagast svona hegðun á netinu fljótt maður. Bró, spáði því, skilur, eins og sér með bara Tinder og allt þetta kjaftaði. Það er sér app sem ég lendi, ég veit ekki, ég hef aldrei verið á nokkuð dating app ever. Svo almenningu vita, fyrir ekki greip fram mér bara svo, ef ykkur að hlusta á þetta, hefur ekki séð það, sko, hegðunin sem við erum að tala
að hann tók ljósmyndir eins og að var ykkur á Parísarturninum þá tók hann þá ljósmynd og setti andlitið á sér á þá manneskju eins og hann hefði verið hjá Eiffelturninum og síðan gerði hann þetta við nokkra aðra ljósmyndir og á þessum tíma þegar þetta kemur út þessi mynd, það þetta svo sturlu hefðum bara hver gerir svona en síðan í dag fólk byrjað að feika þetta svo mikið þetta er bara normið maður ég segir það sem við erum að tala um og hvað er 3 ár sem hún kom út? Já, 3 ár sem myndi kom út og líka horfðu það skilu að það er auglýsing núna og ég er svona eftir að ég sænaði mig úr í relationshipi á Facebook þá byrjaði ég að fá endast eitthvað svona dating apps og eitthvað svona dæmi og bara glimti að ég sé að fara að leita eitthvað manneska á netinu ég bara veit hvað fólk nógu ruggla í eigin persónu skilu og glimti að ég sé að fara að treysta ykkur skrínemi á okkur í gælur sem ég klála bara fyrir að skama mig eitthvað en allana og það er sko sér app sem er promoter á Instagram sem er sko út af því að kallar svo slæmi myndir á dating profiles að þeir eru búin að skrifa sér AI til að láta dating myndir hjá einhleypu kallmenninu líta betur út Jesus. Já, og líka hvers konar vörusikur er það? Þetta er svona svolítið eins og þú sér eitthvað gælla á Tinder myndi verið með mynda sér fyrir 4 mánuðum síðan og hún bara borðaði alla McDonald'sin skilur þetta hvað við og þú myndi verið fyrir mikla vonbrigðum ég meina saman með Gaur sem hefði gert það saman skilur ég bara segja það þetta hefur verið meira prevalent vandamál innan þessa hluti geirans en ímyndir þú ert ekki gælla og þú sér einhverja mynd af einhverju gaur sem lítur út grískur guð, skilur, fattu hvað bara í bara button-up shirt, skilur, fattu hvað svo fyrir hitt einhvern gæja sem hann ekki bara að rýna allan daginn að spila kod það er ég að styggja alla bara núna bara á einu bretti eða bara málum, bara disclaimer, ég hata allir það mikið, skilur, fattu hvað þetta er ekkert illa neitt, sko Við tökum ekki undir skoðanir hjá öllum gestunum okkur, við ætlum bara að henda því Ég heiti Djábstagram, Instagram eða langar að finna mig sko. Já, ég ætla að taka hatur, ekki beina því á mig Senda bara beint á mig, bara ævar á þetta ekki skilja, það er ég sem er fárin, ekki hann sko. Ja, maður tala um það, ertu búin að sjá Lissa Sorry, ég er bara ekki menni filter Mér finnst það bara skemmtilegt sko. Þetta er sant, ég þori ekki yfirviktin ennþá, ég er búin að tæta 5 minnast í mig og alveg á lendi því, við erum búin að taka transhópinu en yfirviktin, ég bara það er rosalegt sko Nei, menn málið það sko, ég verð að segja að ég persónulega sko gerir mig grein fyrir því að það til fólk sem með kirtlavandamál og annars slíkt og svona dæmi og ég myndi aldrei heita það en hins vegar finnst mér sko þessi body dysmorphia sem ásett út í stað það sem einhver sem bara einfallega getur ekki hægt að borða er að halda því fram að eins og sjá, ef þú getur ekki hægt að drekka áfengi og á ég þá bara socially acceptable og að vera bara hei, sá gaurinn í ræsinu hann getur bara ekki hægt að drekka og ég þá bara vera hei, bara preysum hann nei, ég var að hvetja undir mjög slæma hegðun og bara málið það þetta er bara svona, eins og sjá að við verðum svolítið að gera eitthvað grein fyrir því skilur að, ok, við eigum að vera all inclusive það er allir sinn rétt á sínu lífi í þjóðfélaginu svona dæmi, en við megum ekki hvetja undir neikvæða hegðun skilur og þá er ég ekki að tala um upp á okkur sem erum á fullorðinsaldri ég er að tala um upp á fordæmi sem við gefum komandi kynslóðum með því að sko að í raun og veru að hrósa neikvæðri hegðun skilur eða ekki neikvæðri hegðun heldur bara sko self-destructive óheilbrigði hegðun sem drepi þetta er svona svolítið eins og bara ef ég væri bara alltaf daginn hei, þessi gaur síður úrslega mikið kók hérna bara preppum hann skilur, og hvernig skilubeldur það senda áfram? Ég er alveg samanlega þessu sko og síðan líka gleymist alltaf í þessu þetta er þetta body positive hegðun að sjálfsögðu en sko þá er verið að segja að sé lægi að vera í yfirvikt alveg langt yfir en staðreyndin er það að ef þú ert í yfirvikt þá líður illa andlega það er sko ef þú ert ekki healthy á því og sumir eiga bara erfitt með það og það er til samtök sem eru eins og AA samtökin heitir OA Overeaters Anonymous og þannig að þetta er alveg vandamál hjá mörgum það er sko og sérstaklega með nútíma mat þá sko nú það má ekki mikið út að bregða svo bara, þú veist, ballúnir útskilur út í að fatta hvað við út í, ég meina málega þú bara borða kolvetni, blanda saman með transfitu og að, þú veist við erum literally að stuðla að bara hægu andláti okkar sjálfs skilur fyrir þetta þungamálma og annað sem er í þessum helvítis ógeðsmat Já, og þessi matur er ávanabindandi það er efni í matnum sem er þessu óalla mat, eins og snakki og einhverju svona viðbræði að þegar þú ert búin að venja líkamann á það og ert ekki búin að borða það í 2-3 daga að farið svona kreiming í snakk það er bara líkamanninn frá öskar bara eins og þið langi í sígarettu horfðu þetta það ætti að vera ólöglegt Hey bro, sjáðu þetta, eins og það veitingastæður sem er Chick-fil-A sem er vinsæsti veitingastæðurinn í svona skilbýtistæðurinn á vissum stöðum bara
og Chick-fil-A opnaði location í Englandi núna í fyrra og málið það náttúrulega í Englandi miklu harðari reglur aukaefni í mat ok, innhalslýsingin í Chick-fil-A í Englandi 4 innhaldsefni sami réttur í Bandaríkjunum með 63 innhaldsefnum og hvað annað þessi auka 59 efni sem í Chick-fil-A í Bandaríkjunum heldur bara liquid crack til þess að gera háðan því að borða Chick-fil-A Já, sko, Bandaríkjunum þetta sturla það sko efnin sem eru leyfð þar ég vona, ég veit ekki Davíð, þú getur kannski flett þessu upp það eitthvað svona leyfileg gerfiefni og aukaefni í matreiðinaðinum Já maður Get ekki bara að tala Cocoa Puffs Hvað segirðu? Get ekki bara að tala Cocoa Puffs Ég að tala bara svona Hey bro, pís og alvöru Cocoa Puffs sko. Það eru reglur bara í Evrópu og ég held að séu leyfileg svona 700 aukaefni eitthvað svoleiðis sem eru lögleg Já, að cirka bara það, já það var það í Bandaríkjunum en þeir hækkuðu upp í 10.000 Já, það kom í 70 svona 70.000 og þeir eru alltaf búið til nýju efni skilur til að tvíka þetta byrjaði alltaf með kornsirup og þessi dóti skilur í staðan fyrir sigri eins og að kornsirup og náttúrulega málið það bara Þetta er bara bilun maður, svona mikið aukaefnum sko Já, en líka bró, ég mun að vera að sjá það skilur að árið 1973 eitthvað það var sko 5% Bandaríkjunum yfirvíkt í dag var 63% þjóðinni og feitt og það segir manni að þetta er ekki bara það að fólk hafi meira aðgengi að mat það lítur að vera eitthvað í matnum sem gerir það verkum og þú er bara hættur að melta skilur Já, það er you know? Já, þú bara stífnar allar upp bara, veist, Já, bró, af svona einhverju ruslfít þetta er bara talað crack epidemic bara, þetta er bara whack epidemic En Trump var að vinna og Já, hann Trump var með að vinna. Kennedy sem ætlar að fara að taka þetta í gegn Það er eitt skemmtilegt við það Fyrir, erum við Kennedy og Hann er að fara að sjá að fara að taka öll þessu aukaefni í gegn Hann er að það? Já, hann fær það Ok. embætti á sig sem er að fara að vinna með honum að þessu og það verður gaman að sjá hvernig hann gera það sko því að þeir sem hafa verið í þessu embætti á undan þeir líta alls Manst ekki þetta vel út heilbrigðisskellunni sem var síðast sem leit út í svo eitthvað svona hefur ekki séð hana House of Thousand Zombies eða House of Thousand Corpses Hún var svona eins og hún væri að bráðna Ég veit að hún er dálítið þessu gaurinn í Men in Black með þú veist sítt grátt hárskilur og þetta er heilbrigðisráðana Já, ég meina, mannska sem er í þessari stöðu á að vera healthy Hei bró, akkur er ekki Jesse Ventura heilbrigðisráðana skilur, þetta hvað hann er bara still going strong skilur, þetta hvað maðurinn er 83 og lítur úr 52 skilur, þetta hvað og hann líka predator ég myndi treysta þengur En, hvernig líst þér á þetta, Trump? Ok, sko Það var að sleppa kannski að tala um Nei, við skulum alls ekki sleppa því Ég held að þetta er mikilvægt málunni núna fyrir kosningar á Íslandi þar sem við erum að horfa á mest að lowest denominator kosningabarti sem náttúrulega á sér stað sem er sér stað á TikTok Ég þetta frábæra vídeo á hann elsku forrigjökar, Bjarni Ben það segir photoshopan á Jean-Claude Van Damme úr auglýsingu frá einhverju bifilafyrirtæki og hér maður sem stendur föstu fótum og hann fyrir einhvern splitt Er það á trukkunum? Já maður, þeir photoshopuðu Bjarni Ben í staðin fyrir Van Damme inn á þetta og maður, ég er ekki grunns, ég hugsa bara sjálf mér ég er bara skokkabarinn í valins núna bara berja social media mann sem er og þetta myndi aldrei gera það, bara disclaimer ekki kæra mig fyrir ofildi en hann skilur hvað við, ég bara hreyfði rangt við mér Hver gerði þetta? Það er eitthvað greiði 23 ára barn ábyggla sem vinnur niður í valin skilur, sem er bara, hvað er ég að gera og þeir bara gerðu það eitthvað sem nær til alla og Bjarni Ben og svo byggði þetta svo ljótistu peysur í manginsögunni eins og ullapeysur sem eru búin að gera núna jólapeysuna, XDV jólapeysuna Ég sá það eitthvað vefurinn Brynja Nílsen var killing the game í þessari peysu sko. Hann er nefnilega skemmtileg Ég er gaman að fylgjast með Brynjari sem gamall föskur það hef ég gaman á hann Það sem kemur upp úr honum stundum ég hef oftar en einu sinni hlegið sko. Nú er ég orðin gráður vingum ég er kortir í Brynja Nílsen en ég er ekki XD-peysu sko. Hann er mjög orðhefinn sko. Hann er það og reynda hann má eiga það að hann er alveg valið punkt oft en ég vil freka minna þess að ég var svona gauð sem verið vel settur sem eitthvað svona lobbyisti freka alveg ná þingi Já, hann er svona með gamla tjáningamáttan sem er eiginlega ekkert inn í dag og unga fólki, það er ekki hrifið að þessu. Þetta er svona...
Ég meni, ég vorkinu bara okkar greiði yngri kynslum, skilur, fattu hvað, bara út í það, þú veist, að ímyndar áriði sem þetta greiði fólk að vera fyrir þessu núna, þú ert ekki að vera að taka ykkur að meðvita ákvörðunum eitthvað, þú veist, hvernig þú ert að kjósa. Og einu sem þú sér bara TikTok-vídeó, okkur lið að dansa Harley Shake og eitthvað kjaftaði, skilur. Og maður bara, þú veist, bara endurtaka eitthvað trend, skilur, og bara, þú veist, og þetta er bara, þú veist, þú veist, eins og þegar við vorum litlir, við fengum bara kosningablaðið og það var bara that's it, skilur, og þú bara myndaði skoðun úr þessu. Nú er þetta bara með 18 milljón miða, bara blastandi í einhverju fucking bullshiti og enginn að tala um stjórnmál. Og það er bara, þú veist, eins og flokkur fólksins, fæði í gæði í húsnæði, ok, og how are you going to achieve that goal? Þú veist, ekki það ég veit eitt á móti flokki fólksins, en bara málið, það er auðvelt að öskra slókan sem þú þarf ekki sína raskat fram á. Svona eins og elsku vinur okkar Dagur B. Eggertsson sem hann var með 17 mál á stefnusgrá og hann kemur í borgarstjórn og hann kláraði 1. Fattu hvað við? Og þess að minna sjá, þetta er bara bullet point politics, skilur. Þetta er fucking rugl. Ég skil nú ekki... Akkur er ekki bara app sem er bara svona citizen app og bara if you care enough þá bara kýstu þetta í appinu. Fattu hvað við? Og það fyrir bara ykkur nefnd út í að Guð veit að vera með nóga nefndum. Svona þjóðaratkvæðagreiðsla, áttu við. Já, ég bara allt sé þjóðaratkvæðagreiðsla. Skilur, og bara málega bara ef þér er nógu mikið ekki samanleika málunni til þess að hafa skoðun á því og fara að kjósa mig strax og þú séu, ég hef ekki einu sinni séð eina manneski ég treysti þess að sjáu mína hagsmuni í 4 ár sko. Nei, ég er alveg og svo manneski er ekki til sko. Og það væri frábært sko að fá svona kerfi við myndum fara inn við það með rafrænum skilyrðum og setja það einhvern veginn í kosningakerfi svona stór mál eins og senda alla þessa peninga til Úkraínu láta þjóðina kjósa það. Það er mjög rugglað að einhver manneskja eða einhver smá nefnd getur bara tekið ákvörðun þetta fyrir þjóðina, bara blöndum okkur inn í þetta. Horfðu þegar við tókum afstöðu í Íraksstríðinu, enginn á Íslandi var líka við sammála því að fara að ráðast inn í Írak. Og það var bara sendt opinber yfirlýsing í okkar nafni bara fyrir hönd bara einhvers nefndamanns einhvers staðar sem bara ágaf bara þetta verður svona. Og þú séu, miðstýring valds er algjört krabbaminn. Og þú séu, þú kýst ekki í 4 ár til þess að gera þetta. Og það hefur verið stórt vandamál oft þegar fólk kemst á þing að bara færi ekki vinnu eftir að færa á þingi. Þannig augljóslega þú að óta þínum tótaskilur að reyna að njóta allir þeirra hagsmunum sem þú getur rétt á meðan þú ert með þetta blóðmjólkandi bein sem þú ert með í höndunum hana. Skilur við? Og þetta kerfi sem við erum að lifa við virkar ekkert. Skilur við? Og málið það að þú veist hvað er þetta ná að klára á 4 árum líka hvort þið er? Og þú veist það tekur svona 3 ár vennilega að tróða málum í gegn. Og svona eins og núna, setur sér svo núna að það verði vinstristjórn núna eftir þessar kosningar. Hvað getur ekki nákvæmlega sama að gerist fyrir hrun? Það sem ég raun og verið sko að vinstristjórnin tók við sko bara algjöru brennandi bákni úr höndunum og úr hægristjórnin sem hefði verið undan. Fattu hvað við? Og það er ekki séns að laga þetta 4 árum. En þetta 4 ára þeir eru búin að skýta upp á bak með að reyna að laga bruna rústina sem þeir taka við. Þá er sjálfsögur mjög auðvelt að benda og sjá hvað helvitis vinstrimenn eru búin að gera alltaf vitlaust. Ertu að tala um vinstri græna? Ég er bara að tala um alla bara, nei, bara þegar Jóhannes Sigurður tók við. Sko, málega líka að þau sögðust alltaf standa með meðalmanninum sem var búið að svíkja í bankarhunnu alveg grimmilega, en í staðinn beiluðu fjármálageirann út og settu svolítið kraftanum sína þar. Og létu bara meðalmanni vera, hann misti allar eignarnir sínar og fjármálageirinn sem þau vinstri grænir beiluðu út, keypti síðan allar eigunar sem þau ætla að henda skjálfbor utan. Þessuna urðu allir brjálæðir. Já, en svo líka annar líka sem málu verið að sjá, skilur, að svo verið að gera grein fyrir því, skilur, að sko, að ég raun og verið bara lobbyismi, skilur, bara fjármálageirendur eru in the end of the day alltaf, þú veist, þegar talar um shadow government er bara fólk sem á pening, skilur, og málu það að, ok, setur sér svo, ok, núna er þú nýkosin sem ykkur bara fórsett ykkur þjóðar heldur þú sett ekki bara tekið á bakvið bara eftir á vinnur, skilja, sem er bara heyrðu kallið minn þú er bara að fara að gera þetta annars er bara you'll get unalived það eru powers to be sem eru miklu sterkar en nokkuð með that's it, skilja. Já, séðan líka Davíð bendi mér á eitt heldur sniðut hérna, það var sko sjálfstæðismenn eru búin að vera svo lengi til valda að öll þessi embætti sem eru 10 manna sem vinna hjá hverju einasta embætti sem ríkið setti yfir fjármálaeftirlitið eða hvað sem það er. Þetta er allt sjálfstæðismenn. Þeir eru búin að skipa þetta allt sjálfstæðismenn inn í öll þessi embætti. Þannig að loksins segja kemst ykkur annar flokku til valda
Það var bara málþóf. Já, þá þarf hann að taka samt á við fólk sem búið að vinna hann í 20-30 ár sem eru sjálfstæðismenn af því sem voru skipaðir sjálfstæðismennum. Þannig að það er svo erfitt fyrir því að keyra eitthvað mál í gegn og gera eitthvað því að þú þarf að fara að díla við allt þetta. Þetta er nákvæmlega sem ég segja með eitthvað dysfunktionál kerfi, skilu, út að sjá, við erum að kjósa í kosningum. Einhvern sem á að vera eitthvað við valdavölin í 4 ár. Og hann þarf síðan sko til þess að þrýsta sínum málum í gegn. Þá hann að díla við stofnunir sem bara rótgróna kannski öðrum hagsmunum, skilur, og það verður aldrei neitt úr neinu, skilur, út af því að Anna... Það er bara að tefja þetta, það er bara, við þurfum að láta þennan flokk líta illa út og þá bara tefja þetta. Þetta er bara falskt lýðræði. Já, þetta er sko, ég finnst eins og við segja, við vorum að tala um þetta með rafræn skilríki og svona kjósa stóru mál, þetta er eins og, sko, ég ætla að vona hann að vera að fara með þetta rétt, eins og þessi peningar sem við settum í Úkraínu, sko, við hefum getað keypt öll húsin í Grindavík fyrir þessa peninga og átt afgang. Já. Og veist, við getað notað þennan pening frekar í það, beila út greiði fólki sem er að lenda þarna í eldgosinu. Er þetta að fletta þessu út af því? Svo getur þú tjekkað á því? Mér er náttúrulega, sko, ég var í vikunum, mér er náttúrulega hræðilegt náttúrulega þessi greiði fólki í Úkraínu er að ganga í gegnum, skilur við. En bara málið er það eins að þetta er miklu stærra áratugalangt mál sem er búin að vera eiga sér stað sem stendur á baki í þessum deilum, skilur og þetta er bara nákvæmlega saman sem í Ísrael og Palestínu, skilur að þú veist að bara það er ekki einn hlutur sem gerist á hvort bóð sem ég veist ekki hræðileguna, skilur, en bara málega að þetta er ekkert eitthvað þú spurningu hvað gerist í gær, þetta er spurningu hvað gerist árið 1943, skilur og þetta er orðið rótgróið þú veist, dysfunction sem er í gangi og ég meina við getum ekkert gert eitthvað great reset, það er ekki þannig sem maðurinn virkar. Nei, sko, þetta stríð var ekkert að byrja, þetta byrjar hann á 2014, þá byrjar Úkraínustríð og mannstu skutunum... Já, með Krímskaðadæmið hann og allt það. Skutunum þótuna þarna. Já, ég myndi, já. Þetta er búið að vera lengi í gangi þarna. Það er alveg í tómur. Ég meina, Úkraína er alltaf búið að vera bara svona frontgard fyrir frjálsa Evrópu, skilur við hliðin á Rússlandi, eins og þetta verið málað upp fyrir okkur. Já, séðan bara innviðin líka, sko, borgarstyrjöldin hérna á 2014, sko, þá gefum Bandaríkjastjórnin hana inn og setur leppin hana. Það er bara kollsteiftu ríkisstjórnin sem var þá og síðan eru Bandaríkjastjórnin bara búin að vera innvoluð síðan 2014. En mér horfðu líka á þetta svolítið samátt sem staði í Arabalöndunum, skilur, með Axis of Evil dæmi, skilur, eins og Líbía var betur sett með Gaddafi og Gaddafi hefði verið hræðilegu maður. Við tölum þetta síðast aðeins, skilur, já, Saddam Hussein líka sem er líka CIA plant. Já. Og svo ef hann ekki ráðast að Kúveit, skilur, og fara að brenna olíu, það er ekki gert neitt í neinu hann er bara fyrir að gera svona við viljað. Já. Skilur, og þú máluðu að þetta er bara svona að fólk verður að sjá hvar eiginhagsmunir liggja. Já. Skilur, og við náum hvar liggja hagsmunir. Military Industrial Complex. En aftur til Íslands, hvernig heldur þú að þessar kosningar fara? Hvað er get spáð því með? Ég ætla bara að skrifa Ice Ice Baby á kassunum minn og skilunum minn, sko. Ég treysti engum á þessu gurum, sko. Nei. Þú veist, ég á ennþá þetta myndi með skoðun á þessu. En hvernig held ég þetta fari? Ég held að þetta fari í einhverju svona algjöra málþófsstjórnar sem ekkert verður úr neinu í 4 ár. Bara eins og venjulega er. Ég er að verra ef eitthvað er. Talaðan hlutin og heldur það. Já, ég meina við sjáum alveg þetta frábæra stjórnarsamstarfi á Vinstri grænum og Sjálfstæðisflokknum hefur gengið vel síðastliðin ár. Þannig að heldur þetta fari eitthvað öðruvísi núna? Það er þetta ekki bara gamla mikið? Það er einhvern veginn halda sjálfstæðismennu velli, það fyrir einhver að vinna með þeim og síðan taka þeir allan kveldin. Það er alltaf, ef flokkur fyrir að vinna með sjálfstæðismennum, þá þurrkast þeir að taka... Hverjir eru fremstir í kosningakönnun núna? Er það ekki, þú veist, eitthvað svona, er ekki miðflokkurinn basically búin að taka allt vót sem er farið frá sjálfstæðisflokknum yfir til sín, skilur? Og ég veit ekki hvernig er með Viðreisn eða hvað, og ég er ekki búin að vera að lesa þessar kosningakannanir út, ég tók bara sjálfstæða ákvörðun fyrir löngu síðan, ekki lesa kannanir út, kannanir eru pull. Var þetta ekki Sjálfstæðismenn, Viðreisn, Flokkur fólksins og Samfylking? Já, er það málið? Já, ég held að þessi flokkar hafa verið hæstir í könnuninni. Sko, og líka sko getur ímyndað, setur sig svo, sko, að stjórnin verði, sko, samblandað þessum 4 flokkum. Heldur að gerist eitthvað í einhverju? Ekkert nýtt. Þetta er bara sama batterið, sko. Ég veit það. Og veist, bara undir öðrum andlitum, öðrum nöfnum. Já, það er reyndar Katrínin ennþá sem ég finnst alveg ótrúlegt þannig í Viðreisn. Það er kúlulánið fræga. Það verðist allir verið búin að gleyma því. Já, hún, ekki Katrín. Er ég að byrja henni? Hvað heitir hún sem það er? Þorgeir.
Þorgerður Katrín Katrín Hvernig ósköpunum hún héldi velli eftir það rugl allt sko Já, bara, hún fór bara skammaðist inn ekki neitt bætti bara í ædolið hann sem dómari og brosti sínu breiðast Já, og svo getur þú bara skellt í TikTok-dans bara og máliði dött Já, þetta furðulegt sko og það furðulegt að fólk skuli ég skil ekki, ég geti aldrei kosið Viðreisn út af henni aldrei, af því að hún greinilega var bara involvuð þannig í einhverja banka mafíu, skilur, það Já, ég meina, kallinn var náttúrulega bara directly involved í, skilur Ég segja það, sko, síðan komaði með þetta og ég veit ekki, getur maður ekki bara lent í að vera kærður ef við tölum eitthvað, hendum eitthvað svona fram í þarna í podcastinu Ég meina, þetta ekki frá stjóða Já, maður veit ekki Ég held ekki, sko Það allt orðið svo ruglað í dag, sko en svo hefur við séð hvað að gerast í Bretlandi með Facebooki Hvað er það? Þeir eru byrjað að handtaka fólk bara hægri við vinstri í Bretlandi ef þú setur eitthvað mím sem gæti verið að flokka sem haturs umræða og það ekki eftir þetta dæmi sem var þessi staðan dæmi meðan þetta civil arrest sem var þessi staðar þess að ára svona eitthvað ég var ekki fylgast alveg vel með þessu máli en það var basically þannig að það myndaðist bara eitthvað svona þú veist eitthvað þjóðinni sinnar á móti þessum og hinnum og bara allt brjálað skilur og Já, ég man eftir þessu þarna út af innflyttu þegar hann fór hann að gaurinn sem kom síðan og var Breti sjálfur og hann fór hann á stakk einhverju að krakka, ertu ekki að tala um það? Og það trilltist allt út af innflyttum Ég bara þekki þetta svo lítið út ég bara var eitthvað upptekinn í því bara eitthvað að vinna á eitthvað Það var eitthvað svo leiðis, það var eitthvað geðsjúkt kvikindi sem stakk einhver börn og það trilltist allt, það var ekkert komið nafnið hans fram og það var sett bara fleipur á netið að þetta væri innflytti og þá trilltist allt í kjölfarið að því en síðan komst það að þetta var bara Bretli sem gerði þetta og ógeðslegur Breti en samt sem aður þetta mál sko að handtaka fyrir það sem þú setur á Facebook og löngu byrjaði undan því sko og ég sá það hvort það verið nokkur ár síðan hvort það verið bara 2019 eða 20 sem eru byrjaðar á þessu sko, og þá verið að sína sko hvað voru margir handteknir í Rússlandi fyrir að tjá sig á netinu á móti hvað voru margir handteknir í Bretlandi og það var kannski einhverjir 10-20 í Rússlandi, ég kann þess að tölur ekki en það var eitthvað svona pingulítið á móti 2-3 þúsund í Bretlandi yfir eitt ár og maður bara svona what? Ég meina sko, málið á þetta, ég er svona, nú er ég mikill stuðningur málfrelsis en ég er hins vegar mikill andstæðingur hatursorðræði Já, það sko En þannig erum við komin inn í svo ógeðslega grátt svæði að þú veist, og líka svo túlkunarbeist svæði skilur út í bara eitthvað sem Ég er með einhverja tölur, vil ég ennþá vita með matarstóti líka eða? Já, allar tölur komið þetta Já, sorry, það var erfitt að finna einhverja tölur fólk vil það lista einhver svona topp 10 hlutin bannaðina Bandaríkjanna og svona vissin en hérna, já, það er það bil 10.000 matar svona aukurhlutir sem leyfðir í Bandaríkjunum á móti 411 í Evrópu 9.600 efnamunur Spáði þessu Já, og það er og mikið að þessu hérna, já, ég sá líka svona skemmtilegt það er fyrir sína mat, sína svona ég meint það svona tala hérna listan á, þú veist, eins og Heinz Thomasson, tomatoes, vinegar, sugar, salt, spice, herbs, extracts og bandaríska alveg svona, bara tomato concentrated, distilled vinegar, high fructose corn syrup Hvað er distilled vinegar? Það er takkað nú eitthvað ábygglega eitthvað að sjóða og taka eitthvað úr því sko Já, það er líka tomato concentrated þess að það er búin að kreista allan tómatan eitthvað og taka í burtu vatni og skilja það bara sykurinn eftir það er búin að setja hann í gegnum Hann er basically bara tómasa frúktósi eða eitthvað slags Já, og síðan líka high fructose corn syrup, salt, spice, high fructose corn natural syrup er flavoring the bane of humanity bara sko Það er yfirleitt að gera svona tomato concentrate þá það tekur allt súrefni og allt annað úr því en það verður bara svona sætur sykur eftir bragðlaus þess vegna er þeir með enda natural flavoring því þeir taka allt tómatbragð úr honum og þurfa að bæti eftir í seinna Er það þessuna sem er svona mikið eplum í amerísku tómatsósu? Það er ekkert eplið, nei Allavega, þetta er superlegt og það er sama með McDonald's sko, þeir eru með hérna, svo vegetable oil er sunflower og rapeseed í Bretlandi vegetable oil er canola oil, corn oil, soybean oil, hydrogen soybean oil, natural beef flavors og þeir líka með sodium acids, phytosalts aukalega og dimethyl polysiloxane Getur þú fundið út
hvað meðaltalega krabbameini svona höfðatölu í Bandaríkjunum miðað við Evrópu? Ætla sé ykkur að tölur? Það hljóta verið til tölur sem sko, þetta ógeðslega, vá, góður punktur. Já, það gaman að vita það maður. Manstu eftir því bara svona meðan að leita þessu? Þetta hlýtur Það er minna krabbameinum í Bretlandi. Það er 396 á hvern 100.000 og með 451 á hvern 100.000 í Bandaríkjunum. En þú kíkir á velferð þjóðana svona Skandinavíu og svona dæmi, hvað er krabbaminn slutu okkar á móti Bretlandi og síðan yfir, skilur við, en svona líka náttúrulega, við erum að gera grein fyrir því að mjólkurvörur náttúrulega eru gífulega algengur valdur af krabbameinni. Já, það? Já, maður. Að ristilkrabbaminn næstu ekki til í Asíu, þeir drekka ekki mjólk. Nei. Jú. Sko, þetta er mikið grunn á maður. Þetta alveg... Þetta er alveg valid information, sko, við vorum nú að tala það að ískapurinn þinn fullur af mjólk. Ég elska mjólk, sko. Ég er mjólkur óþól, sko, þannig að kannski ég er svolítið bæjast á móti þessu, en ég drekka alveg lítir bara á dag eða allavega Ekkert þú með krabbaminn? Sko. Það vonandi ekki. Hvað segirðu? Ekkert þú með krabbaminn, það vonandi ekki allan. Ég vona ekki, sko, en ég þarf að fara að endur, sko, mjólkurneslunum. Ég meina, mér ferst að tala krabbaminn, skilur, ég er búin að reyka sígarettur síðan á 12 ára eitthvað, skilur, þannig að ég er nokkuð vissum að sem er krabbameinsvaldur en nokkuð mjólk síðast í dólum mér, sko. Já, síðan er maður tóttandi þetta hérna, meðan við erum að tala krabbaminn. Sem minnum að það, maður smakar niður. Það eitthvað stíflaður. Stíflaður? En já, hætti í meira en viku að veipa, þá getur við gerkvöldi, ég var hann allt og pirraður, sko, á sprakki ég. Já, ég er ekki, ég er svo forfallin nikotífíl, sko. Það meikir ekki millimetri, sko. Nei, ég veit bara þunglitur ég þetta reykja með þér. Maður þarf að fara að pröfa eitthvað svona... Vissir það svo, sem er eins og því statistik, að fólk sem nota nikotín er mun ólíklega til sem var Alzheimer, heldur en þeir sem nota ekki nikotín. Það eru sko fullt af benefits að því að nota nikotín. Já, af nikotíninu hreinu, sko. En tóbakið og svo sérstaklega combustible hluti sem farin í lunguna þér, skipt ekki máli hvað það er slæmt fyrir þig. Já, þeir eru ógeðslegir, sko. Það eru þetta einhverju neikvæðir þættir líka nikotíninu, en það er verið að búið að rannsaka... Brent steak er krabbameinsvaldur, skilur. Já, búið að rannsaka þetta núna, nikotín. Ég bara vissi ekki við myndum fara að tala um nikotín annars að ég fletti svo upp á undan, sko, en það er fullt af jákvæði hlutum og við kannski tölum það. Ég náttúrulega vann sem sölustjóri á nikotínfyrirtæki og hann var aktíft að leita ástæðum fyrir að réttlæta minn iðnað og ég komst að því að ég er bara helviti fylgjandi iðnaðnum. Ég er mjög hissa á þessum krabbameinstölum. Okay. Ástralía er fyrsta sæti og síðan Nýja Sjáland og síðan kemur Danmörk. Það er ekki húðkrabbi, það er alltaf sólið þar maður. Já, ég skal taka hérna krabbamein burtu. Danmörk. Danmörk er fyrsta sæti? Síðan Noregur. Já, ok. Og síðan kemur Ástralía. Þá dettur endar Bandaríkin niður. Þeir voru hátt upp en þeir dettur í 9. sæti og tekur það í burtu, sko. Með húðkarban? Já. Okay. Sko, eitt sem við erum að spyrja þess nú er verið að innlega þessar reglur í Bretlandi sem er búið að innlega Ástralíu og Nýja Sjálandi sem er verið að banna fólki undir vissum aldrei að aðganga tóbak alveg með nýju tóbakslöginni og sem að ég vil meina svona frá mínu svona totalitarian fascism viewi þá held ég að þetta sé gott fyrir framtíðina en er þetta ekki líka svolítið brotamannir að fólk ekki taka svona sjálfsagt ákvörðun? Hvað er aldurinn? Allir eftir 2009 með ekki uppsíkur. Nú er bara búið að vera að setja það? Það er búin að gera það. Það er bara ef þú fættur eftir árið 2009 og kaupir sígarettu þá getur átt fangelsisdómi yfir höfuðið líka. Vá. Er ekki einu sinni svona, nei, það er væntanlega ekki eitthvað svona snobb sígarettu en vindlar? Bara banna allt? Ég held að það er bara allt combustible tobacco og þeir eru að tala líka að gera sko alla liquids að ná vape og svona dæmi óleitsverðin hóp líka sko. Ég er sko mótið þessu. Ég er hlindur frjálshyggju og frjálshyggja er að þetta er þinn líkami. Ef ég vil setja áfengi líkami eða sígarettur eða eitthvað, þá vill ég eiga kost og völ á því. Ég er sammálið því að ég er orð fyrir frjálshyggju en ég er líka svolítið mikið á móti addit kostna á þjóðfélagið út af sjálfsögum ákvörðum einhvers eins og ég var að tala með áðan að einhvers sem vill bara borða 8 kíló á McDonald's á dag og er byrðið á heilbrigðiskerfið. Ég vil alveg meina að reykingamannskjær sem meiri byrðið á heilbrigðiskerfið og sjáðu þessi gráa svæð, skilur það er erfitt að segja þetta. Já, ég er að segja það. Nú getum við farið inn á eitthvað annað. Þá getum við farið eins og ef við það banna krossarasport. Það sem þú ert á krossar á milljón af því að það er mjög algengt að líka meina þeim nötrar í sundur eða þeir brjóta sér löppina alveg
og fá einhverju örorku út af það varalega, það alveg að taka þetta svona ekstrím ég veit það, þetta er sem ég segja gráasvæðið, ég að segja ég ætla að reyna að mynda mér eitthvað heilnæma skoðanir hei, svona átt að vera svo bara gerum við greið fyrir það er svo mikið ins and outs of this shit það er nefnilega, ef maður byrjar á þessu að banna allt þá er alltaf hægt að færa þessu línu nú erum við komin hérna x 20 ár fram í tíman það sem búið að banna tóbak bara komum bara í totalitarian state þess að maður ekki gera neitt já, nú þurfum við að banna þetta og nú þurfum við að banna þetta og þá erum við komin hérna bara í Demolition Man hérna myndina með Sylvester Stallone brim það mátt ekki blóta eða neitt það er bara sagt ég ætla að fá samt bæta einu við viltu leifa öll hérna bönnuð efnin í Evrópu sem bandaríkjumenn leifa þá í matinn en við fá öll þessi hérna krabbameinsvaldandi efni í morgunkornin fyrir krakkaðin Nei, ok frálsíkja en fjallum sjálfsíð þarna skilur Nei, ekki ef þú ert farin að geta eitthvað sem er bara svona glóandi chemical shit í morgunverð þú veist, en að vera fullorðinn maður og fara og kaupa sér sígardur og áfengi mér finnst það allt annað heldur en að vera að gefa barninu bara hérna krabbamein og barnið hefur ekki einu sinni vita því að það sé að borða eitthvað eitur ok, valið punktur út í að en bara málið það er þú veist, að það sem er notað í raun og veru oft sem þessi, hvað maður segja National Health Guidelines dæmi eins og við verðum að gera með þessu tóbaksbanni og þessu dóti skilur svo ég verð að viðurkenna skilur ég er ekkert á móti því skilur ég er alveg vissum að líf mitt verði betra að ég aldrei uppgötu tóbak skilur ég var örugglega ekki hóstandi á morgnana skilur og það var örugglega einhverja health benefits ég hljóta af þessu ég alveg bölva sjálfum mig stundum fyrir að byrja að reykja og ég elska að reykja í dag skilur það er ég er búin að manufactura fínt með sjálfum mér ef ég aldrei verið exposed við þetta þá hefði ég ekki gert það en ég er hins vegar ekki þetta er rabbit hole sem leysir aldrei það er erfitt að setja almennilega hugan utan hvort maður er að banna þetta ekki því að maður veit ekki hvort það getur leitt ef við förum í svona bann nei, svo líka bara endar ekki bráðið bara ég verð bara bannaður og líka bara ég er skítrættur við svona totalitarian government dæmi skilur bara þegar maður byrjar á henni þá veit maður ekki hvað hún stoppar það er alltaf einhver geðsvílíkur sem gengum alltaf auðgar það er bara einhver brjálæðingur sem fer hérna í ríkisstjórnina eins og viðkomandi sem rændi Diego til að gefa henni í jólgjöf it all comes full circle bro þetta er magnað þetta er furðulegur heimur maður en talandi furðulegan heim það var reyndar ein fréttina sem ég sá hérna og ég held að ríka fólki sé að trolla okkur ég er eina útskýringin það er bananinn, sástu þetta? Nei, ég veit ekki neitt þú voru að fræða mig banani hefur voru að selja banana núna á uppboði getur þú googlað já, sástu þetta? Ok, ég get ekki beðið eftir að komast meira var þetta ekki einhverja $6 milljónir? Fyrir banana? Já, hvað það fók ekki? Hann tók banana grátt svona teip einagrónu teip lítan og strýga ég sástu þetta? Þetta er alveg mánaða gammalt mála eða eitthvað lágmark og nú er þetta orðið það gammalt? Já, þetta er svolítið síðan á hvað fór þessi banani? 6,5 milljón $6,2 milljónir 6,2 það er verið að trolla okkur þetta er ríka fólki bara, herru tökum hérna brandara og auglýsum hérna uppboðið í leiðinni og bara ég kaupi þetta bara að þér og þú lætur mig að peningin tilbaka í ykkur viðskiptum þetta hlýtur að vera svona það er enginn að nema að þetta sé bara einhver sem er að flassa bara hvað hann á mikið pening það er nákvæmlega það sem er málið það er bara til liðan úti sem bara svona so provocative og ég ætla að borga þér $6,2 milljónir fyrir banana og duct tape en ég meina Andy Warhol málaði fokkin mynd af Campbell's skilur bara og það verki hvað $12 milljónir eitthvað þetta ef þetta er bara flex ef þetta bara sína hvað þú getur eitt miklu pening það er það sem þetta er þá þarf að fara að taka þetta þjóðfélagi gegn þetta er kapitalismað þjóðfélagi svo löngu síðan þetta er bara orðið þarna er fólk með allt á stóran bita af kökunni það getur leitt sér þetta það þarf að deila þessu 6 milljónum frekar á fólk sem þarf á því að halda Jórun elsku fyrirhundi var í Tælandi núna en daginn hún var sem þau voru að drekka hún var með hana þeir sem hún var að ferð með þau voru á svona rúftöppurum í Bangkok að kaupa bjór og ég man ekki hvað batti er en þau voru basically að borga cirka 1000 kall fyrir hennar bjór það fór svona í búð það er saman bjór 30 kall og hvað ertu að borga fyrir? Þú ert að borga fyrir það að sitja á þessu fokkin rúftópar til að flex your money og þú ert tilbúin að borga 33 meira fyrir það fyrir bjórnum í búð
Svona samfélag, skilur. Þetta grilla, sko. Nei, menn, þetta svo, Shaquille O'Neal, dæmis. Og sannlega Jordan alltaf, stærsta brand í heiminum. Skilur, veitu hvað. Og bara, Jordan brandið búið að skila meiri pening til Jordan heldur en nóttum hann körbóltafélagina sem hann gerði. Og Shaquille O'Neal fór akkurat öfulegin og hann bjóti skó með Kmart sem var gerð bara fyrir affordable fyrir bara the kids to be, Shaquille O'Neal, fucking good ass guy, skilur. Og þannig bara að fara í búði, bara að kaupa bara iPada fyrir krakka bara sem hann sér að eru fátækjur og eitthvað. Hvað er Michael Jordan að gera? Hann er bara mest í fáið í heima, situr bara eitthvað í Ivory Throne, skilur, er bara Jordan Brand. Og Shaquille O'Neal bara að búti skó fyrir fátækjafólkið. Bæði bröndurinn í mikils virði, að margfalt meira selt af Shaquille O'Neal skónum út af að it's affordable for people that actually need it, skilur, veitu hvað. En Jordan Brand er celebrated. Þú kaupir ekkert Shaquille O'Neal skó og selur það á 25 sinni dýrar á morgun, sko. Þú gerir það með Jordan, sko. Já. Þetta er fucked up heimur, skilur. Collectability er alveg þeng, sko. Já, það er líka, það þarf að segja okkur oft svona með brand og eitthvað, hvað er gott og hvað er ekki. Og eins og það var eitt sem gerði svona social experiment sem maður segir, og góður í íslensku. Þjóðfélagsgríni. Sko, hafa með eina dýrustu fiðlu heims og þetta er eitt fremsti fiðluleikari heims. Þetta er Stradivarius fiðla. Já, sástu þetta, hann fór hvað var á lestastöð, spilaði í klukkutíma bara verki sín á fiðluna. Fekk 75 pence eða eitthvað. Já, eitthvað smáttri og síðan hélt hann tónleika daginn eftir uppselt og hver miður 500 pund eða eitthvað. Já, eitthvað fáránlegan pening, sko. Þetta var bara, það löppuð allir fram hjá hann á lestastöðinni af því að það var ekki búið að segja að fólkið, herru, þetta hérna er hæfileiki, það þarf að segja það við lesta í dag, sko. Þessi gaur er með fiðlu sem kosti mikið á lífið þitt, og út enn eðarlest ekki tilkynna, þá fólk bara hvað rónið er. Bara lappa fram hjá, samt er hann að spila. Kannski sama fólkið og mæti daginn eftir, og borga 500 pund, mætir í fucking penguinshútinu sinu, skilur, tuxedoðunum, dear. Meet Mr. Sir. Og bara rosalega er hann góður. Svakalegur fyrirleikari. Þetta er mikil áhrif á mig. Þetta er undarlegt hvernig við hefðum okkur svona, sko. Það er alveg stórfurulegt. Ég vil henda inn í þetta hvað segir það? Flest fólk er að reyna að ná að lest og sem fer á sérstöngu tíma annarkvort verið seint í vinnuna eða seint heim eða það er líka góða punktur. Það er enda góða punktur, sko. En ég meina, svo er líka fullt af túristum sem er bara rölt umskilur sem eru örugglega búin að kaupa sér miða á þessa tónleika og hafa ekkert að gera betra en að leiðin á Oxford Street og kaupa sér overpriced skó. Þannig kemur líka inn á að öll argument sem við erum að ræða eru valid. Og hvernig átt að navigata þennan social structure sem við erum búið til. Mér finnst bara að vera konstantli að navigata eitthvað social minefield, skilur, bara passa mér bara að reyna að vera góð þegn og ekki. Skilur, bara ég veit ekki neitt, skilur. Talandum að vera góð þegn og að láta ekki cancela sig, sko. Það var eitt annað sem gerast nú daginn, annað sem ég finnst alveg, það er gullið okkar þjóðagessi með hann Sveppi. Þetta tala hann einstaklega óviðandi brandarinn sem hann bestaði hann daginn. Já, hann er svo rugglaður, sko. En hvað finnst brandarinn samt, sko? Ég vissu það að það hafa svo margir hlegið að þessu en þú er ekki að posta bara að því þetta gekk út á. Nei, sko, ef þú hefði sagt þetta í einrúmi með einhverjum víninum sem vita að þú ert bara að kynna að grína, skilur þá er þetta eitt. En gráu svæði að segja þetta opinberlega, skilur en aftur. Þetta endur svo gráu svæði. Nú er ég bara að loka sportsbátt upp, skilur, veit ekki hvað ég segja, ég er í gráni peysu, skilur, ég kom tilbúin, sko. Að fyndi að ég var með mann hérna í podcastinu daginn og sá þáttur reyndar fer ekki út, sko, bara við náðum ekki að gera nógu góðan. En jú, við náðum alveg að gera nógu góðan, ég ætla ekki að nafngreina hérna, en máli er að... Við stofnum Patreon til þess að ég geti séð þetta þar. Sko, hann kom hérna á vegum björgunarsveitarinnar og hann sagði bara mikið og ég og Davíð náðum bara miklu úr honum og létum hann tala þeir eru að finna lík illa að fara inn og eitthvað svona og ég held hann fekk bara, ég bara kom allt og mikið fram á það. Þetta er Patreon-nefni, nei ég er að segja. Fólk hefði viljað að heyra þetta, skilur, það er bara þannig en ég meina, ég lofa honum að taka skúfa táttinn, en burt sér frá því, sko, ég spurði hann þessu spurningu og hann hafði reyndar ekki heyrt af þessu þá og með Sveppa og þegar ég sagði hann hvað Sveppi hafði sagt að, þú veist, hver veit
hvernig var þetta aftur? Já, maður veit aldrei hvort maður barnanýðingur af því að kannski maður ekki búin að hitta rétta barni. Þetta svo svart, þetta svo ógislegt, en þetta bara hvað ert að segja? En málið hann situr á móti mér og þetta svona típist í dag, hvernig allir eru. Hann byrjaði að hlæja og hlóði þarna fyrir fram að mig, en síðan sagði hann, þetta rangt, mér finnst að ekki að segja þetta. Og tók strax þá aðstöðu eftir að hafa hlegið. En þetta í þætti sem gengur út á að þú segir hvað sem til að láta þér hlæja. Og mér finnst það svona þættir að, ef þú ert með svartan húmor, ef þú vilt hafa svona edgy og eitthvað sem rangt til að hlæja, bara uppistandadæmi, það áhugaverð til þannig prógram. Og það átti ekki að vera að horfa á það og fjölmiðlar eiga bara að láta það vera. Fjölmiðlar fara alltaf strax í að koma hérna því þeir vita að þetta nextar. Já, ég veit það og fjölmiðlar ítu undir það með því að fara þarna bara og taka þetta og henda þessu bara strax út hérna. Sjáðu, Svava Ásgrímsdóttir sagði þetta þáttinn og þá koma allir bara til að láta ljósið skína og hvað heitir þetta, dyggða veluna sjálfansinni, hvað heitir þetta fríðardæmi, bla 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 já, bara til að sína hvað eru góða manneskjur bara, já, þetta rangt, skilur það alveg sturla hvernig við erum að hefða okkur og það finna að þeir sem hafa sér alltaf fremst í þessum málum að vera að drulla svona yfir oftast fólki sem með mesta skítin eins og ég ætlaði nú að segja það frá einu að vinur minn, ég nú ekki alveg búin að kynna mér þetta nógu hérna núna eins og ég segi, ég er búin að vera veikur í 2 vikur og ekki alveg búin að vera að fylgjast með en Þórður Snær hann var hérna frambjóðandi Samfylkingarinnar og fyrirhundi ritstjóri fyrirhundi ritstjóri Heimildarinnar sko, hann er búin að vera að dæma fólk grimt fyrir að vera með kvenfyrirlitningu bara skrifum það og já, bara virkilega dómharður á þessu sviði og síðan núna fyrir hann að býða sig fram hana og hvort það ekki þriða sæti ekki, mann og ekki sæti skiptir ekki máli en þá komast upp gömul skrif frá honum þar sem hann að skrifa bara halvviti smellur maður með snikkislæri sínu eða eitthvað sko snikkislæri? Já, ég veit ekki hvað hann sagði sko þannig að flett upp hvað hann sagði ég veit ekki, ég að búta til það getur verið að sagt eitthvað snikkislæri ég tára þessu það sem fyndið sko já, allavega, ég veit ekki hvað hann skrifa afsækni þeirra sem snikkislæri skilur ekki en hann skrifaði allavega eitthvað svona og þetta það sem ég að tala þetta fólki sem dómarist bara helviti hann sveppu og fer hann eins og var nú einhver ritstjóri þarna hjá Greipvæn sem var einmitt að úthúða fólki í Greipvæn bara þessi hérna og skrifandi það og síðan og þurfti hann að víkja frá hann því að hann var með kynferðislega áhrætni síðan á starfsfólki já, mér rámar eitthvað vel í þetta mál þannig að hann hétt hann ekki maður hvað hann heiti, ég ætla ekki að nefna hann nafn úr því að við viljum ekki stikka endunar Nei, við gerum það ekki og það góður ritstjóri á Greipvæn núna ekki vera að skrifa illa okkur eða heimildina en þetta að síðan tala þetta eins og presturinn sem alltaf að bara, já, það ógeðslegt að vera samkynhneigður og lalala og síðan hann mest samkynhneigðasti gaurinn af öllum, sko Já, ég meina, horfðu nú bara á kaþólsku kirkjuna og miklu leyti bara yfir höfuð það sem bara verið að búið að vera að fordæma og svo bara að vera að krossfesta fólk líka í gamla daga bara fyrir að vera samkynhneigðir, skilur, og svo bara að vera að ríða kortleikjum hægri við sig, skilur. Ógeðslegt. En þetta svo mikið svona, fólki sem hefur sér alltaf eins og þessi Þórður Snær, sko, það alltaf, sko... Það líka út af því að sósíópathar eru bestir í því að detekta hvað þjóðfélagið kringur sem vill heyra án þess að vera samlagi. Fattu hvað við? Málið að ok, nú erum við báðir svona smá snærislösi, skilur við bara látum svolítið flakka þess að við erum að segja við erum að segja þetta alltaf einstæðri trúi að reyna og svo reynum síðan að bæta upp fyrir það með að segja hvað að viti þess milli fattu hvað við? Nei, skilur hvað við? Og ég veit alveg trú ég veit alveg að svona innra með sjálfum mér ég er með mikla réttlætiskennd og svona dæmi fattu hvað við ég svo líka bara fíla fíltistlausar umræður og mér finnst bara stundum að þau eru bara að varpa ljósi á alla hliðar á öllu skilur og bara málið það að veist, viðkvæmni hefur aldrei verið neinu í hag þegar verið að ræða mikilvæg máli skilur og það gerir það að verkum að tapast boðskapur sem á upp á borðu líka skilur og þetta er bara svolítið með þú veist eins og öll svona tabú vandamál sem eiga þessi stað þú veist hvort sem það þú veist þegar verið að tala fínnislega fólki eða þú veist bara þú veist bara yfir í hvaða auðgar sem skilur við að
til þess að við sem samfélagi getum tæklað eitthvað vandamál þá þurfum við að gera eitthvað grein fyrir hversu rótgróða vandamál og hverju öll viðurinn eru svo setja að leysa þetta í ykkur sammenningu skilur við hvað við og bara málega þú veist, ef það á að taka tillit til einhvers þá að taka tillit til allra skilur við og ef það eitthvað sem virkilega bara damaging faktor fyrir þjóðfélagi sem í gangi þá höfum við að leggjast á það eitt sem þjóðfélag að hjálpa fólkinu sem í þeim vandamálum í burtu í staðinn fyrir að fordæma og gera þeirra valjú að engu skilur við út af því að við leysum ekki neitt þannig búum við til undiröld í þjóðfélaginu sem býtur damaging proponent skilur við Ég alveg sammála þessu sko en kallinn við þetta mannfólk og sko mannfólk og langflestur velja, ég og þú erum forvitnir við viljum skoða allt og bara alveg saman hvort það sé svart eða hvítt eða grátt eða allt þar á milli en sko flestir þeir búa sér til bublu og búa til ímyndaðan veruleika veist, eða kannski ekki ímyndaðan heldur þeir taka bara þessa sviðsmynda af veruleikunum og setja það inn í bubluna sína en síðan kemur með eitthvað óþægilegt eins og það fullt af heimilislausum Íslendingum sem bara sofa út í garði og eru bara ógeðslegir og það má ekki fara inn í bubluna þeirra þá ertu farin að hrófla við veruleikunum þeirra eða bara það allir í fíkniefnum í dag og það má ekki heldur setja það inn af því að í þeirra heimi þá þetta bara lítill hópur í fíkniefnum og það eru bara einhverju felódópistaðir í Breiðholti það líka bara málið við erum líka bara Nei, þú skilur hvað ég að fara þess vegna svo erfitt að koma fólki tökum þessa umræðu hérna komið með mér og fólk bara höndlar það ekki það orðið svo vant í bublunum sinni að þegar þú byrjar að reyna að sprengja þessa sápukúlu sem komin eins og veruleika sápukúlu þeirra þá leifar það ekki og þegar þú reynir þá verða það svona árásgjörn á þig í staðinn bara hvað að þig maður út að tala alltaf svo leiðilega hlutið og eitthvað svona þetta eru alvarlega hlutir þetta bara mannlegt eðli en svona kópa flestir við lífi ég á slatta fjölskyldi í Ameríku og svo eina af eldri frendum mínum hann fór til Vietnam 3 og svona dæmi og ég átti þess að samræða við hann hann alveg bara eins mikill republikan og hægt og þegar George Bush yngri var að bjóða sér fram á sínum tíma og ég náttúrulega var þá alveg mikið á móti því og hann var heimsundin heima og ég sagði bara ekki trúur þessi kjaftaði sem maður að segja og hann sagði bara ég verð að trúi því hann er búin að búa til alla svona heimsmynd út frá þessu skilur hvað það er rosalega erfitt að hrófla við það er erfitt ekki að gamlum hundi að sitja mjög svo skilur hvað já sérstaklega að hann vill ekki læra eitthvað nýtt bara... já ég meina gammal hluti kann ekki læra neitt jú það er bara gallin að já nei það er búið sannfórugur að gammal hluti kunni ekki sitja skilur hvað já sko það er svolítið mikið sko þetta er að breytast sem betur fyrir með samfélaginu og upplýsingaflæði, það er bara að byrja að ítast í hausinn á fólki vonandi í gamla daga voru miklu meiri þver hausar af því að það var ekki svona upplýsingaflæði þá var þetta meira bara svona straight forward beinlína og þú komstir inn á hana og það má ekki gera neitt og hún var líka bara svo einföld það var bara vinna svo hestur, ekki tala neitt ekki sína tilfinningar og sér ætlar að fara að hróflaði því hei, tölum að ég elska þig, bara þau krakki já, og nákvæmlega hoppa við röstum þú elskar hvaða djöfis spull þannig að þetta er svona við erum hægt og rólega að breytast amma mín sann sagði þetta eins og við mig þegar ég var yngri svona setning sem ég seti í mér alveg síðan og hún sagði við mig bara svona í gamla daga þá voru allir eins en allir hugsuðu öðruvísi í dag voru allir öðruvísi en það hugsa allir eins og þessi setningu við seti í mér síðan og þetta er bara svona að individuality sem við erum búin að temja okkur núna skilur við erum búin að skilgreina okkur í einhverja mismunandi hópa út af okkur bullgildum eins og við erum að tala að kaupa þessa skóa að gera þetta svona við trúa þessu skilur og við erum að reyna að aðgreina okkur í einhverja hópa út af einhverjum þjóðfélagsvölum sem við tökum en svo erum við öll bara föstu því að vera einhverjum fokkin hipstrar þetta er mjög glad hvað er þetta? Hvað anskoðan þetta að skoða þetta? Þegar ég vildi að ég myndi googla þetta hann að gauður það er ég bara komin í sveitt og olíuborna kallmanns skroppa Þetta er ekki æska þessi? Nei, þetta er gamla góða gilskeiki í gamla, er það ekki? Já, eitthvað svoleiðis Hvað hitu þeir? Fiskastáli eða? Nei
Þetta verður bara verra, maður. Þýska stáli. Nei, það var Þórður Ekki mótið samkynnaðum, en þetta var eins mest samkynnaðasta mynd sem ég hef séð. Hefur þið Þórður eitthvað með þetta? En spáður þetta í görður sem er lengsti vinstri maður sem hann er einhvern veginn skersir svolítið úr hófnum, skilur hann ekki tana, skilur. Nei, þetta tengst, það er bara minnast á, nefndu þessu kallanir, víst. Já, kallanir, já, nákvæmlega. Já, en það er ekki eitthvað super spicy sem að sagði þér, sko. Það ekki? Nei, snikkislæri. Það er bara, veist, Ekkert snikkislæri. Nei, kallar eitthvað kvenkins hund og eitthvað svona. Já, ok, en þetta er samt gaurinn sem algjörlega búin að vera að dæma. It was a different time, skilur. Það var bara hana... Þetta er svona svolítið svo ég skal lofa þér að þetta graði upp skýt einhvern einasta mann sem er á lífið hvaða Íslendingur er ekki búin að vera á einhverju fyllir í vinapartíu og eitthvað talandi eitthvað á drullu sérstaklega sem ungu maður. Já, veistu hvað, ég er þakklandi fyrir að það var ekkert í social media þegar ég var á grunnskólari. Ná, ekki bara það getur ímyndaðir contentið sem gæti mögulega verið til að mann einhvers staðar úti með hvernig maður hegða þess að maður krakki. Veistu það? Og ég var samt ekki það slæmið með marga aðra, sko. Eða kannski, gráa svæðið aftur. Ábræður mjög margir ánæður að MySpace loka öllum komli síðunum. Vá. Sko, MySpace var eitt stórs clusterfuck maður. Þeir lefðu flash animation og það tók 18 milljón ára að lóta öllum síðum, skilur, og bara eðlögu brandsitt, sko. Ég var aldrei með MySpace bæði við. Ég var í stuttan tíma þar. Ég var bara MSN Messenger, bara tala um útlíkar. Það var ætlast til að tækir vinin og raðar á MySpace eftir 1, 2, 3, 4, 5 á vinilistunum. Gast valið hverju voru í fyrstu sendir. Ég held að voru eitthvað 10. Hvaða hugmynd var það? Já, þú þurftir að velja bara sett Bjarna í fyrstu seti, Davíð, annars seti, eitthvað svona, sko. Og þess vegna hætti ég MySpace. Af því að það var eitthvað pressa. Ég þurfti að taka bestu vini. Ég var með svona á þessu tíma 5-10 mann sem voru bara bestu vinir minni. Já, og einhvern veginn var bara, hver er í fyrstu seti þér ára? Ég bara eitthvað, what the hell maður? Bjóð til svona fake counta fyrst og gerði alltaf bara svona svarta myndir og raðaði því upp bara það er klikkað maður. Já, ég tók ekki þátt í þessari pressu. Nei, bróðleika, rólegur á að sýta þessa pressu á fólk sem eru á svona mótandi aldrei. Þetta var bara pressan með MySpace, þú þurftir að gera þetta. Þess vegna hætti ég, af því að þótt ég hef gert þetta með svörtu myndina, þá var samt þessi pressa á mig, hey, þú verður að setja ykkur alvöru mynd, ég bara, nei, nefnst ekki. Það var bara, ég nenni ekki að gera upp á myndi vina minna, sko. Og þetta er örgulega verið mjög margir sem að fengja ókei bara út frá þessu, ég skal veðja, ég er ekki svo einið að maður, sko. Getur líka ímyndið öll vinslitin sem hluta á sér stað, bara hingað og þangað, af hverju er ég ekki í top 6? Það bara, en ég er að segja það er ekki hægt að gera þetta rétt, sko. Ég ætla bara að henda einu inn, ég ætla ekki að segja hvað það var og kannski kemur það upp, en ég var drukkin og komst á MySpace-ið hjá einu gaur sem hefði verið á Ground Zero og glemt að loka sér út. Og ég ætla bara að segja ekkert, ég biðst innilega afsökunar að hafa gert þetta á MySpace-inu og kannski síðan meir þá tekið upp frá þeim hvað það var hérna. Eða ég geti sendt mér einhver skilabóð. Þetta var sama tíma sem það face-rapeið síðan kom á seinum tíma og ég veit ekki hvað ég var face-rapeið oft. Ég var space-rapeið, en það er þetta. Space-rapeið? Sko Þetta var svona ógeðslega ljótt og Eggert hann var að vinna hjá Icepack og fórstu alveg yfir línuna? Alveg, ég var bara það verið cancelað skiptistöðinu. Þetta var það gróft, sko. Ég er að segja það, besta face-rapeið sem ég lenti í ever, það var náttúrulega Fúsi frændi sem var hann að daginn. Það fór, komst inn á Facebooku mitt, hendur öllum myndunum mínum, setti bara myndir af Nicolas Cage og myndir af Nicolas Cage er banner og hún finnst ég verið svo líka Nicolas Cage sem ég er ekki bæðið vei en ekki leiðum að líkast, skilur og ég er ennþá hlægjandi að þessi dag og því að frændi mín fucking meistari, skilur þannig að það verður ekki tekið frá honum en það eru örugglega margir sem hefur verið bara hendur út öllum myndunum mínum ég veist 3 myndir eitthvað á Facebook eftir tæm ég var í alveg einhverjum að fela andlita með einhver svona blurred myndum eitthvað þegar ég var að byrja þannig og ég held ég var eitthvað sérstakur svo var ég bara að gera bara greið þetta er bara síða sem bara allir eru með ég fann að hugsa þetta þannig að ég er alveg búin að henda á Facebook mjög gaman að ég sérstaklega ég er að skrifa standarsöðum dóttir mín á en sko með að fólk er að pæla í þessu með Facebooki mitt eða eitthvað eftir 200 ár nobody will give a shit ég veit bara enginn á eftir að muna spáðu samt í því hvað væri fyndið ef þú myndir ferðast 200 ár fram í tíman og þú myndir bara komast að einhverju eða bara graðið Facebookið þetta í gamla og þú verður bara orðin einhverjum háskólakurs bara hvernig á ekki að gera hlutina horfðu á þennan bjána hérna nákvæmlega það er ræðilegt ég ætla að ná í hinn minn
Herru, ég að spáði að fara að enda þáttinn, þannig að eigum við ekki að fara að kveðja. Ég er náttúrulega búinn í spað og eitthvað, ég þarf að fara að skoða það líka, sko. Þetta er líka búið að vera gott spjall eins og venjulega byrjum. Þetta var ógeðslega gaman, maður. Og já, farið við að... Seinustu tölunar á, ég held að myndi fara aftur í pólitíkina, sko. Endilega. Herru, seinustu tölur í pólitík. Já, það er sem sagt, í september þá var notað 2,6 milljarða samtals til Úkraínu, skils mér. Og það búið samþykkja 2 milljarða í viðbót til Úkraínu. Já. Og kostnaðurinn, þannig að þetta kannski fyrir upp í 4,5. Já. En kostnaðurinn við Grindavík og kaupa alla út gert ráð fyrir 75 milljarðar. Vá, ok, hann var hann að bulla feitt í mér þessi gauður. Já, það var ekki allt guðmyndi hvað var að segja. En byrjuðu þannig, en voru ekki búin að bjóða fólkinni Grindavík, hvað, 75% húsnæðisverði eða eitthvað svona dæmi? Það er alls 914 umsóknir kauphúsnæði komið. Já. Og það er 8 klukktíma síðan, þannig. Ég meina, svo líka, ok, sorry, mér bara eitt sem ég langar að segja endan. Hversu mikið poetic justice er það þegar það er byggt varnargarð í kringum hana Bláa lónið og ekki Grindavík til þess að verja eignir fólks og svo er flætt yfir bílastæðið? Ég er ekki græst. Og svo bara, ég veit ekki hvort það er satt, hvort það var bara eitthvað mím. En þeir segja þeir stefna að opna 29. nóvember í Bláa lónið. Er það satt það? Ég sá þetta í fréttunum. Þeir frá opnað í alvunni? Ég bara trú ekki, þannig að hljóta frestaði, sko. En takk hérlega fyrir að koma með þessa töludaði. Er það bara fyrir rútuferðina? Annars hefur við komið bara með eitthvað bull hérna. Nákvæmlega bara grimm líi, sko. En Davíð hérna, því ég á eftir að segja svo mikið bull í framtíðinni í þessu þáttum minna og þá erum við með Davíð á kantinum minna sem reddar í. Eða nákvæmlega blessunulega maður, ég bara, já, við erum fullir skít. En hörru, elsku vinur minn. Já. Þá getur næst maður. Okkar maður.